Þegar hún komin í gang þá förum við byrjum á því að fara aðeins í standardljósdíóðu. Hérna ljósdíóða, af því að við erum að fara í þetta bráðum í verklegu, við förum með þetta á föstudaginn, allavega. Þetta þá í öðrum kafla. Þetta á blaðsíðu 46 í bókinni, eða erum með bókinni, hjá okkur. Blaðsíða 46. Ljósdíóðan græna, já, fyrir hlutin. Þetta sem sagt hálf leiðara íhlutur, lýsir þegar straumur er hana. Sem sagt lítkist venjulegri díóða að því leyti að hún leiðir bara í leiðinni átt, sem sagt í forspennt, svo kallað. Anóðuskautið er jákvætt með katóðuskautið. Og þetta eru alls konar blöndur af efnum og svo náttúrulega búið að þróa þetta mjög mikið síðan þetta var skrifað. Og það er verið að skipta út lýsingu með götulýsingu. Þannig að það er að verða ljósdíóðulýsingu hérna í bænum, eða ekki, í Reykjavík. Þannig að það hefur margt breyst og hérna eru við komin með stóðuna ljósdíóðulýsingu. Svo að við tölum þá hérna fyrst og fremst þessa standard díóðu og þetta sem sagt svona gaumljós eru þá með straum á bilinu 5 til 25 milliampere eða 10 til 40 milliampere og hérna það gefur ákveðin mismunandi lit en póluninn er sýnt hérna á myndinni. Katóðustrikið er hérna, það er skorið í plastið á díóðunni sjálfri til að sýna hvar katóðan er og til dæmis þá erum við hérna að tengja fullt af svona ljósdíóðum upp í seinni rafeindatækni áfanganum og þá þurfum við alltaf að athuga hvernig hún snýr upp á að fá ljós á hana. Við erum með 3 díóður til dæmis í verkefni hjá okkur, 1 græna og 2 rauðar og þannig að við erum að nota þessar standard ljósdíóður. Þetta með styttri leggurinn er katóðan, það er ekkert alltaf hægt að fara til því, já, getur verið klippt á endana. En sem sagt, hérna er svona fyrir þessa stöðluðu, eða svona standard útgáfu af þessum díóðum sem við erum að nota dagsdaglega hérna sem svona bara gaumljós. Þá við að senda svona 10 til 12 milliampere straum, hérna kemur fram 10 milliampere. Það er bara hæfilegur straumur, þannig að hún endist nú vel. Og max straumur er svona 30 milliampere. Við höfum ekki að láta hana ganga á svona miklum straum í langan tíma. Þannig að 2 volta spennufall myndast yfir þessa ljósdíóðu. Þannig að alltaf í straumrás þá gerum við ráð fyrir 2 voltum og til þess að hún lýsi eðlilega og þá hérna reiknum við út sem sagt hvað þurfum að ef við erum með spennugjafa með til dæmis hérna í 9 volta spennugjafi og þá þurfum við alltaf að draga spennufall sem við reiknum með yfir ljósdíóðana frá spennugjafaspennu til þess að sjá sem sagt hvað verður spennufallið yfir raðtengdu mótstöðuna og það sem við gerum ráð fyrir við þurfum að hafa minnsta kosti sem sagt 10 milliampere, það er hæfilegur straumur í gegnum hana, að þá reiknum við út stærð mótstöðunar þannig að
hún lýsi eðlilega, fá ekki of mikinn straum, bara hæfilegan straum, þá notum við þessi 7 voltin sem eru yfir viðnámið og deilum með stærð straumsins til þess að reikna út viðnámsstærðina. Og í þessu tilfelli hérna þá myndum við setja 700 ohma viðnám eða viðnám sem að væri næsta standardstærð fyrir ofan þá tölu. Og oft þegar við erum með transistor í rásinni, við höfum PNP-transistor og sem við erum að fara að læra núna bara, að þá höfum við verið með í dæmis 5 volta rás, þá erum við með 220 ohma viðnám, þá nokkuð hæfilegur straumur svona 12 milliampere í gegnum ljóstíðana og svo að það eru ýmiss konar útfærslur, en við þurfum alltaf að hafa viðnám til þess að passa upp á bæði ef við erum með einhverja örgjörfa eða eitthvað, að hann fari ekki að draga allt of mikinn straum í gegnum einhverja transistora, þannig að það skemmist svona örgjörfarás. Þannig að alltaf að passa að hafa hæfilega stórt viðnám fyrir svona ljóstíðar. Þannig að straumur verði ekki of mikill og svo að magna upp straum frá svona AC-rásum og slíkt með transistorum. Það skoðum við förum að skoða transistoruna og svona virkni á ljóstíðunni til þess að senda frá sér ljós, þá sjáum hér að hér erum við með jákvæða pólun sendum straum í gegnum díóðuna við það að rafeindin hún fellur niður orkuþrep, þá gefur hún frá sér ljóseind. Það segir light. Hún kemur svona ljós frá henni þegar hún hoppar niður orkuþrep. Og þannig að það er verið að reyna að lýsa þessu með þessari skýringarmynd hérna. Þannig gefur hún frá sér ljósið. Og þá það hæfilega mikill straumur í gegnum þetta gefur þá eðlilegt ljós með þessar aðstæður. Svo náttúrulega er búið að þróa þetta og með eins og svona kastara og slíkt, svona LED-kastara, að það þarf að ganga vel frá truflana vörnum, því að svona ljóskastarar geta truflað rosalega mikið, nema þeim betur útbúnir með svona varnarbúnaði, það sem að eyðir út svona rafsegulsviðsbylgjum og svona ljóskastarar, svona LED-ljóskastarar, það kannski verið að nota upp á hálendi og eitthvað slíkt, að þeir þurfa að vera góðir upp á það að gera að trufla ekki mikið út frá sér, til þess að talstöðvar virki og svona annar rafeindabúnaður virki alveg fullkomlega. Það þarf að vera mjög góð kastari sem að truflar ekki mikið út frá sér. Hann getur bara eytt út öllum tækjum, þannig að það er ekki hægt að nota önnur tæki ef að kastarar sem að hafa lélega truflana varnir, ef þeir eru í gangi, þá geta þeir alveg eyðilegt fyrir manni radíósignal, talstöðvarsignal og allt. Það getur verið mjög erfitt. Og ég veit að þegar þetta var að koma, þá voru keyptir bara svona ódýrir kastarar, settir borð í bát, kannski svona vertíðabát eða eitthvað slíkt. Þá voru bara öll tæki í brúnni sem að, svo fjarskiptatæki og siglingatæki og dýptarmælir og allt þetta. Þetta vann ekki ef að ljóskastarar, LED-ljóskastarar voru í gangi. Þeir trufluðu svo ofboðslega mikið. Þannig að það þurfti að taka alla þessa kastara úr bátnum
og skipta algjörlega lýsingabúnað. Þannig að þið þurfa að passa okkur því að ef það eru að fara að setja upp svona LED-kastara að hafa þetta alveg á hreinu að það trufla ekki of mikið. En þá aðeins varðandi transistorana, við erum að ræða áður við förum að skrá sem sagt við förum í að skrá alls konar upplýsingar þá og en aðeins að uppbyggingun á þeim. Þeir eru sko eiginlega svona með tveimur samsetningum af P og N-efni, það er PNP eða NPN og þá er þetta eins og sem sagt díóðan, við lítum bara á eina díóðu. Þá er hún byggð upp með tveimur efnum, N-efni annars vegar og P-efni hins vegar. Þannig að N-efnið, þá er verið að blanda sem sagt óhreinindi atóminu sem er fimmta rafeind blöndunaratómsins. Þetta er lítið magn af þessu óhreinindi atómi eða efni sem er blandað í kísilinn. En þá fáum við aukarafeindir þar sem þær eru þá aðal hleðsluberarnir og þá getum við kallað að þetta er þá orðið sem sagt ekki hlutlaust, þetta er sem sagt neikvætt hlaðið efnið, þess vegna er þetta kallað N-efni og sem sagt þannig að þá er alltaf einhver laus rafeind sem hoppar á milli sem sagt þessara frumeinda hérna. Og en síðan, þannig að við getum sagt að þegar silísium er blandað 5 gildu frumefni sem sagt við silísium sem er fjórgilt, að þá verða straumberar rafeindir og þar sem að rafeindir eru neikvæð hleðsla þá kallast kristallinn N-efni. Svo þegar við að tala P-efni, þá er sem sagt hola í stað fjórgildis rafeindar blöndunaratómsins í N sem er þá kemur kannski ekki hérna fram en allavega þá er sem sagt vantar, það er hérna IN sem hefur ekki jafn margar rafeindir á einstakveli, að þá hérna er pláss fyrir rafeind og það er kallað hola og þannig að hérna þar eru hleðsluberarnir rauninni hólur, það eru hleðsluberarnir hólur og þá er kristallinn orðið sem sagt svona jákvætt hlaðinn þannig að séð af því að við höfum hérna þar sem að við erum með að blanda þrígildu frumefni þá verða straumberarnir hólur. Hola, það er jákvæð hleðsla, þá kallast kristallinn P-efni, P fyrir positív, jákvæða hleðslu. Þannig að svo setjum við saman þetta P-efni og N-efni og þá erum við komin með díóðu. En þegar við setjum við saman, þá hérna bráðnaði saman sem sagt, og myndast samskeyti. Sem sagt, hér erum við með P-efni og N-efni og þegar við hérna, setjum við saman, þá verður smá bráðnun hérna og þá færist yfir á N-efnið smávegis af plúsjónum hérna og síðan mínusjónum hér, vinstra megin við B-efnið. En til þess að díóðan leiði, þá þurfum við smá spennufall. Við þurfum forspennu fyrir hana.
það þessi 0,7 volta spenna sem við erum alltaf að tala Það, vegna þessara samskeyta hérna, það ákveðin þrepspenna sem að þess að í þessu og þegar hún forspennt þá spennan lítil, þessi þrepspenna lítil og þá hún bara 0,7 volt svo hún ná að leiða á fullu og ef við yfirvinnum þessa þrepspennu þá hérna leiður hún en ef við tengjum hana öfugt setjum hérna plús hérna inn á N-efnið og mínus á P-efnið þá hún bakspennt og þá hérna dregur hérna hún til sín þannig sko rafeindirnar hópast hérna að plúspólnum hérna þannig að það verður mjög erfitt fyrir strauminn að fara hérna í gegn. Þá þarf að hækka spennuna það mikið að díóðan brotnar bara niður. Ef við setjum nógu háa spennu frá þessum spennugjafa hérna, U, þá gætum við hækka hana það mikið að hún færi að leiða. Því að díóðan þolir bara ákveðna bakspennu. En ef við værum að tala senadíóð, þá myndi hún byrja að leiða við ákveðna spennu og myndi halda þeirri spennu yfir sig upp að ákveðnum straum, á þeim straum sem hún þolir. En við erum bara að tala afreiðisdíóð núna og þá á hún ekkert að leiða og ef hún fer að leiða þá getur verið hún eyðileggist. Það mjög mikla líkur hún eyðileggist. Ef við setjum hana svona, tengjum hana svona, bakspenta, þá leiðir hún ekki neitt nema hún fái yfir sig of háa spennu. En ef hún forspennt og við sjáum það búin að snúa við pólunni hérna, þá plúsin hérna inn á P-efnið og þá fáum við strauminn í gegnum hana, rafeindirnar fara hérna yfir og inn á holurnar og þá verður rafeindastraumurinn hérna eðlilegur og holustraumurinn sem sagt þá komast rafeindirnar hérna eftir holunum, hoppa hérna milli holuna, pláss fyrir rafeindir og það ganga á móti þessum skilgreinda straum sem frá plús til mínus. Þannig að skilgreindur straumur fer frá vinstri til hægri í gegnum díóðana. Og þess vegna táknið fyrir díóðana svona. Ef við með þetta inn á anóðana, þá það P-efnið og N-efnið hérna hægra megin katóðan. P-efnið vinstra megin og N-efnið hægra megin. P-efnið hérna vinstra megin og N-efnið hægra megin. Þannig að hægra megin sem sagt katóðstrikið. Þannig að straumurinn fer hérna skilgreindur straumurinn frá plús gegnum inn á anóðana frá katóðun til mínus. Ok, þá við komin í gegnum þetta. Við erum búin að prófa náttúrulega díóðana en núna af því að við erum búin að skoða hérna díóðana þá bara transistorinn næstur. Skoða hvernig hann virkar. Þannig rauninni búið að setja saman P-efni, N-efni og P-efni. Þannig að núna við komin með tvær díóður með N-efni í miðjunni og þetta þá PNP transistor. Og þá rauninni bara að opna fyrir hleðslu, opna fyrir straum í gegnum beisarásina og þetta hérna þá beisarásinn og þá fáum við meiri straum milli þá emitter og kollektors. Hérna ætti þessi hérna vera emitterinn, beisinn væri hér og kollektorinn hérna lengst til hægri. Ef við skoðum þetta hér, já, þannig að þetta beisinn hérna niðri í miðjunni. Þar kemur bara stýristraumur, lítill straumur, en svo fer aðalstraumurinn hérna í gegnum, eins og við sjáum þennan sveru örna hérna í gegnum transistorinn. Þannig vinnur hann og í rauninni bara með því að það verður forspennt díóðu emitter base díóðu samskeytin, eins og við kölluð. Við opnum emitter base díóðu samskeytin þá opnum við fyrir aðalstrauminn í gegnum transistorinn, hérna frá vinstri til hægri.
frá emitter yfir í kollektor. Og á loksins þegar við sjáum, já, hérna bara búið að einfalda myndina aðeins. Hérna base straumurinn sem við að tala ykkur. Emitter straumurinn kemur hérna. Það samanlagður straumur base plus kollektor straums. Ef við leggjum saman IK plus IB sama sem IE. Svona sjáum við þetta þegar við erum með P-efni, N-efni og P-efni. Þessa transistora erum við mikið að nota í seinni áfanganum. Við tengjum upp í plus og látum það gefa samband út á ljóstíðar. Eða í gegnum ljóstengi og alls konar. Til þess að tengja svo út á 230 voltin. Þannig að ef við sýnum svo táknmyndina af transistornum, þá fer að örin alltaf að benda á N-efnið. Þar sjáum við þar emitterinn, þar sem örin og þá þetta PN, N í miðunni vegna þess að örin bendir á N-efnið. P hérna það sem að kollektorinn þannig að það PNP. Og kollektorstraumurinn kemur hérna og base-straumurinn leggst við kollektorstraumurinn sem verður emitterstraumurinn. Þannig að emitterstraumurinn í rauninni greinist hérna yfir í base-straum og kollektorstraum. Ok, þannig sjáum við formúluna af því. Og þannig að við lærum fyrst svona hvernig að PNP-transistorinn hérna hann sýndur og síðan hinn típan NPN. Þú sjáum að örin bendir hérna út á N-efnið og þetta svona transistorinn sem við tengjum svo upp síðar. Mikið í þessum áfanga. En allra fyrsta æfingin sem að þið tengið upp með PNP-transistor. Það svolítið merkilegt en gallinn við þá æfingu það að við tengjum sem sagt plúsin á neðanverðu í rásinni. Hérna, plúsin neðanverðu hérna, plús hérna og svo sem sagt hérna emitterinn, hann tengdur hérna niður í plúsin og við þurfum bara að átta okkur á því að plúsin ekki núna efst uppi eins og við erum vanir að hafa þetta. Núna mínusin hérna efst á rásinni. Þannig að skilgreindur straumur fer inn gegnum emitterinn út frá base, það stýristraumurinn, base-straumur fer hérna upp og í mínusin. Við höfum aðeins að snúa þessu við í huganum, sko. Venjulega höfum við alltaf verið með skilgreindan straum frá plús á ofanverðu og niður einhverja rás og niður í mínus og spennugjafinn knýr þann straum. En núna fáum við straum frá plúspólnum sem á neðanverðu. Hann greinist hérna emitterstraumurinn í base-strauminn, stýristrauminn, sem miklu minni heldur en kollektorstraumurinn. Og þetta mælum við, gerum mælingatöflu fyrir þetta, sendum ákveðin strauminn á baseinn og skráum base emitterspennuna hversu mikið hún hækkar og síðan kollektorstraumurinn, hann byrjar einhvern tímann og hækkar og hækkar og hækkar og kollektor emitterspennan byrjar í spennugjafarspennu og síðan lækkar hún. Því að transistorinn alltaf að verða meira og meiri leiðari, meira og meiri rofi, gefur betri leiðni gegnum sig, hann sem sagt hann svona eins og stýrður rofi, hann stjórnar straumnum í gegnum sig. Maður getur eiginlega bara líkt þessu við glussastýringu, eins og stjórnloka í glussanum. Það sendur einhvern stýriglussa inn sem veldur því að þú gefur miklu meira flæði í gegnum svona glussaloka, stýriloka sem með glussa. Sendir hérna baseinn væri þá svona stýriglussin og milli emitter og kollektor þá aðal kraftrásin fyrir glussan. Og þannig vinnur hann. Base-straumurinn, þessi gerð af transistorum eru fyrst og fremst straumstýrðir. Við höfum eftir að læra seinna transistora sem sérstaklega bara stýrðir af spennu eða rafsviði. En þessi tegund kallaði bipolar transistorar, þeir eru
þeim stjórnað mest með svona straumstyrk. Þetta verður 0,78 spenna hérna á milli, base og emitter þegar það opna, en það aðalega straumurinn sem ræður því hvað verður af mikill straumur hérna í kollektor. Straumurinn á base sem stjórna því svolítið. Og það sjáum við í námsefninu og við breytum aðeins yfir á þið eigið þessar glærur hérna í kennsluefninu að við erum hérna með base-strauma, mismunandi mikla base-strauma, það bara stillt ákveðin base-straum, fyrst base-straum bara 0 og svo bara spennan, hún ákveðin í rásinni en straumur getur orðið mestur hérna til dæmis í þessa rás, 5 mA og spennugjafaspennan 9 volt, hérna 9-10, já. Og þannig getum við dregið álagslínu í útgangskennilínu transistorsins. Þannig að við erum með kollektorstraumi hérna í y-ásnum en emitter-spennuna á x-ásnum. Þannig að hér þegar að kollektor-emitter-spennan er hæst, þá minnsti straumur í gegnum hann og þá gegnum transistorinn og þá getum við kallað að transistorinn sé lokaður. Hann hleypir ekki straum í gegnum sig, kallað lokaður transistor. Og síðan þegar við erum með alltaf meira og meiri base-straum, við getum verið með hérna til dæmis í kringum 30 mikroampere base-straum. Þá getum við lesið af, þetta svona sirka 3,3 mA sem fari í gegnum kollektorrásina og þá væri 3 volt milli kollektor og emitter mælt. Þannig að hann þá einhvers staðar svona hálf opinn á þessari leið. En full opinn væri hann hérna við þessa línu hérna, þetta milli, ef við setja 50 mikroampera inn á baseinn, þá næðan því nú aldrei að opna algjörlega sko, að hleypa alveg 5 mA straum í gegn vegna þess að það alltaf eitthvað viðnám í rásinni sem að takmarkar strauminn. Til dæmis eins og þetta viðnám hérna sem 6,6 ohm hérna. Þetta á að vera omega, það stendur hérna zeta, bara táknið fylgdi ekki með myndinni. Þannig að þetta viðnám í kollektorrásinni takmarkar strauminn og við getum reiknað út hvað straumurinn getur orðið mestur í rásinni með því að segja bara spennugjafaspennan deilt með stærð viðnámsins. Við fáum ekkert meiri straum. Þá erum bara að segja, ok, ef að transistorinn gæti leitt hérna alveg fullkomið í gegn, hugsaum við tengdum bara vír hérna yfir hann, að þá verður straumurinn eitthvað ákveðið þar sem að þetta viðnám takmarkar og spennugjafaspennan. Þá getum við fundið annan punktinn í rásinni, hérna dálítið stór straumur hérna, þetta 1600 mA hérna, 1,6 ampere, hérna komið 1,5 ampere hérna og þá væri það mesti straumur sem gæti komið fyrir í kollektorrásinni. En það verður aldrei þannig vegna þess að við getum ekki hleypt meira heldur en eitthvað svo rúmu 1 ampere í gegnum hann. Og þá base straumurinn eitthvað 16 mA hérna. Þannig að oft erum við að taka svona mælingar, þá fáum við mælipunkta hérna á leiðinni sem þetta sendir ákveðin base straumurinn og þá mælum við kollektorstraum og síðan sem sagt UKE, kollektor-emitter spennu. Og hérna þá getum við fundið þennan punkt á línuritinu. Svo reynum við að draga álagslínuna hérna í gegnum punktana og til þess að átta okkur á því hvar hún liggur. En þetta yfirleitt bara bein lína. Og þannig sem sagt reiknum við út hérna gildin í þessum transistorrásum með því að útbúa
álagslínu í útgangskennilínuna og við getum farið eftir þessum útreikningum hérna eitthvað. Eins og hér að hérna 9 volta spennugjafaspenna og viðnámið í kolefnisrásinni hérna 1,8 kílóohm og þá verður mest 5 milliampera straumur í gegn. Og þá getum við sett það sem 5 milliampere hérna, það annar punkturinn og hinn punkturinn spennugjafa-spennan, 9 volt. Nú sjáum við 9 volta spenna á spennugjafanum og það bara hinn punkturinn. Það raun bara, þetta einfalt, finnum bara hvað getur straumurinn mestur í rásinni og hvað spennugjafa-spennan. Þá setjum við reglustig á milli þessar tveggja punkta og drögum þessa línu, þá erum við búin að setja inn álagslínu. Og þannig að út frá þessari álagslínu, þá getum við séð á það bil hvað verður mikill straumur í kolvetnisrásinni ef við setjum inn til dæmis hérna, segjum kannski fyrst inn 10 mikroampera straum, þá verður straumur eitthvað rétt 1,2 milliampere og spennan milli kolvetnisrásinnar það bil 7 volt. Og ef við hækkum beistraumin upp í 20 mikroampere, þá fáum við 2,4 eða 2,3 milliampere í kolvetnisrásina og spennan 5 volt milli kollektor og emitter. Og svo framvegis. Förum upp í 30, þá eins og 30 mikroampere, þá eins og við talum áðan, það 3 volt milli kollektor og emitter og svona 3,4 eða 3,3 milliampere í gegn. Og ef við förum upp í 40 mikroampere, þá spennan að minnka milli kollektor og emitter, hann að verða alltaf betri og betri rofi, betri og betri leiðari, sem sagt í gegnum sig. Því þetta í rauninni tvorleiði efnis, þetta stjórna straumnum í gegnum transistorinn, með því að stjórna beistraumnum. Og þannig að þá erum við komin í kannski 4,4 eða 4,3 milliampere og þá spennan eitthvað 1,5 volt yfir transistorinn milli kollektor og emitter. Þannig, nú erum við búin að skoða eitthvað álagslínuna og þetta akkúrat það sem að þið farið að gera á föstudaginn í verklegu. Ok, þá erum við búin að skoða það. Og þá bara næsta skref, það að átta okkur á því hvað við eigum eftir að fjalla hérna meira. Planið þá, að því að þetta fór svona með síðasta föstudag, að þá tökum við bara seinni hluta, verkefni 8, á miðvikudaginn, 3 fasa afreiðum á miðvikudaginn, tími klukkan 8 og gerum mælingarnar þar með sveiflusjám og allar græjur og svo förum við í bóklegt og förum betur í transistorana, transistorrásirnar, förum að reikna út svolítið transistorrásir aðeins og svo það það sem við gerum á í bóklega tímanum á miðvikudeginum og síðan á föstudeginum þá förum við þessu tvö verkefni, verkefni 3, það íhluturinn, transistorinn og vinnumótið transistorsina. Því náum við alveg í gegn, því að þá verðum við bara í þessu að gera þessa hluti. Hérna, verkefni 3, þetta sem sagt við skráum eitthvað LED-ljóstíðana og síðan transistorana, við erum með nokkra transistora, tjekkum á þeim, notum sérstakann transistormæli við það, þetta gerum við á föstudaginn, áttum okkur á öllu þessu og síðan förum við í verkefni 9 og það hérna og þá tökum við niður þessar mælingar og aukum alltaf beistrauminn, skráum niður kollektor- og emitter-spennuna í kollektorstrauminn og svo setjum við nokkra
punkta hérna inn í línuritið og við í rauninni getum sett bara þessar 2 punkta sem við þekkjum. Við vitum að það er 5 volta spenna á rásinni, það er annar punkturinn. Og svo hvað getur straumur orðið mestur í rásinni? Og það er í þessari rás, það er 100 ohma viðnám hérna, sem sagt, þannig að þá er það 5 deilt með 100, þá erum við með 50 milliampera straum, hámarksstraum. Þá getum við dregið línu frá 50 milliamperum niður í 5 volt. Þannig setjum við álagslínuna inn. Og þá getum við borið saman við mælingatöfluna hvort að við erum nokkuð langt frá álagslínunni með mælipunktana. Og svo setjum við líka inn í línuritið hvar mörkin eru á því það sem er hámarksaflþol transistorsins. Og býtum við, þegar við rétt, það sem við gerum hérna, það er að taka hérna þetta, það er kannski betra að þið ná að gera beina línu frá 50 og hérna niður. Nei, það er ekki séns. Sjá. En ég ætla að prófa að teikna inn sem sagt bandsvæði. Sem sagt, við tökum inn hérna, það verður hérna til svona bandsvæði, þar sem að það er 260 milliwatt sem að hann þolir. Þetta skilja þetta, milliwatt hérna. Og þá hérna tökum við hérna 3 punkta hérna á 4 voltum, 5 voltum og 6 voltum. Hvað má straumurinn verða mikill? Og þegar við erum með þessa línu hérna sem sagt, álagslínan, við ætlum bara að hafa hana hérna, bara svarta og hún kemur, þá er náttúrulega alveg þráðbein lína hérna, niður í 5 volta spennuna. Sko, ég bjóst ekki við að þetta tæki svona vel. Þannig að þetta er álagslínan sem ég var að teikna hérna upp. Og svo geta komið punktar einhver staði hérna sitt hvorum megin svona mælinguna, við berum það saman. Þess að það geta verið hérna einhver staði rétt í kringum, en yfirleitt er þetta mjög nálægt álagslínunni. Og þetta er í rauninni bara mæliskeppjur sem að valda því að við fáum ekki alveg akkurat sömu tölur og í álagslínunni. Þannig að þetta er það sem við gerum á föstudaginn, seinni hluta að verklega. Ok, og svo er náttúrulega bara að svara ákveðnum spurningum hérna. Gott mál. Hvað er annað sem við þurfum að skoða núna? Annars endilega bara að vinna í einhverjum heimaverkefnum og hérna eru sem sagt ýmis dæmi sem að er gott að fara í gegnum, sem 16, 18, 19, þetta er náttúrulega allt varðandi afriðunarrásir og slíkt. En ég er búinn að fara aðeins í transistorna, samsetningu á transistornum, svo að við ættum að geta seinna, já, ég fer þá líka á miðvikudaginn í svona upprifjun fyrir hlutabróf 1. Ljómandi. Heyrðu, þá getum við reiknað eitthvað og ég ætla bara að loka upptökunni núna. Sjá. Já, þessi dæmi sem eru númerið hérna, þau eru í bókinni. Sum dæmin eru líka inn í heimadæmunum, þannig að það getur verið borgað sig virkilega að skoða þau vel.